Jæja, góðir hálsar, en hefst flugsund hið mikla fyrir börnin mín, svo þið viti hvar ég var að flækjast. Bæði áður en þið fæddust og eftir að þið fæddust. Oftast var ég á brott eina viku, en stundum tvær, og það kom líka oft fyrir, og 3 og 4 og jafnvel heilt misseri, eins og þegar ég var að leysa af prófessor í hljómsveitarstjórn í Lárviðarskólanum Brown University í held í 2 misseri. Og svo náttúrulega þegar ég var í Ríga þá gat það skipt mánuðum sem ég var þar. En eins og segi, best þótti mér að vera bara eina viku í senn. Svona hefur þetta verið í tæp 50 ár sem hlýtur að teljast ágætt starfsævi. En þessi mynd sem ég á að þekka að sögn Helsingi Radio, höfuðstöðvar þess, ofboðslega tæknilegt og flott hjá þeim. Pólska útvarpshljómsveitin kemur hér, ég hef stjórnað henni og þar með hljóðrita ég Hlími Allarheimis sem við hlustuðum á daginn, en það tónverk krafðist ekki allar sveitarinnar. Svo spiluðum við fyrir, eins og áður hefur komið fram, fyrir forsetana okkar, það er að segja Póllands og Íslands þegar þeir gengu í NATO, og þetta hvorki meira en minna en þyrping húsa pólska ríkisútvarpsins, og í þeim töluðu orðum rétt að benda fólki á að oftar en ekki útvarpshljómsveit eins og hljómsveitin í Varsjá leið ríkishljómsveit, en hún þjónar þessu tvöfalda hlutverki að hljóðrita fyrir útvarp og alla landsmenn og tónleikahald. Þetta Hótel Bristol í Varsjá, lengst í bláhorn til hægri glittir í forseta bústaðinn. Það var ekki langt fyrir hann að fara á tónleikana, sem voru til heiðus í leiðinni, heiðusbótan Voditsko, og þar stjórnaði ég Hlími til heiðus Alla Heimi og samstarfi bótans og Alla. Þarna voru flutt önnur verk. Nú erum við komin hérna til Ísraels, og sem fyrstu sýnum við þetta vera Auschwitz, en það nú ekki svo. Þetta sumardvalarstaður bestu hljóðfæraleikara Ísraels sem verndaðir af hermönnum og gaddavýr og varturnum eins og sjáma, og þarna í fjarska sveimar orrustu þyrla sem að koma í heimsækja tónleikasalinn og lenda á þakkinu hverjum degi. Þetta var sem sagt Israeli Youth Orchestra, og þar var Beethoven í fyrirrúmi, og ég vissi ekkert hvar stað var. Ég var
færður þangað miðja nótt í kolnaði myrkri og það ríkti svolítil dulúð yfir Beethoven æfingum og tónleikum sem við fluttum. En þetta voru rosalega flotti krakkar að vera að segja. Og svona leyniskittur voru út alla trissur í kringum þennan æfingastað. Og þarna nú ein þyrlan. Þetta nú talið þungvopnaðasta þyrla sem framleitt hefur verið og rétt lafið í loftinu og geigvænlegum hraða. Hún svo hlaðin sprengjum. Black Hawk held ég hún heiti. Minni mig á það að pabbi var fréttafulltrúi forseti Íslands þegar hann heimsótti Ísrael. Þeir buðu Ásgeirssyni og þá var flogið í þyrlu og einnig slíkri ferð þá hröpaði þyrlan eða var að nauðlenda. Það var að mál, hún fór á loft aftur. Og þetta nú dálítið merkilegu staður. Þarna hafa staðið 2 íslenski hljómsveitarstjórar. Annar hét Jón Leifs, hinn heitir Guðmundur Emilsson. Annar reyndi að meika það, eins og sagt en gafst upp á hljómsveitarstjórninni. Hann þótti að vísa ekki mjög góður hljómsveitarstjóri og ég hef það nú bara eftir ævisöguritara hans og þeim báðum, skulum við segja, ég nefni engin nöfn, hann gafst bara upp á því og sneri sér að tónsmiðum. Þessi salur sem að þarna sást og hér er hluti af honum eða þessum byggingum öllum í Karl Vivari eða Karlsbað eins og hét þetta tilheyrði Þýskalandi. Þetta var heilsulind og þá var nauðsynlegt að hafa hljómsveit til að hressa liðið við og á 19. öld þá var þetta allt morandi í mikilmennum. Það var engin maður skáld með skáldum nema hann kæmi til Karlstad eða Karl Vivari og bókaði sig inn á fínt hótel, gengi svo þarna og með eiginlega betlikrús og skrúaði frá ölkeldu vatni, svona krönum sem var út allt og þömbuði þetta sótavatn alla daga, eða fór í nudd, eða fór í sund, eða fór á tónleika, eða bara eitthvað, eða fór á matsalinn að kjafta saman, Göti og hvað hétu nú allir á 19. öldinni. Við segjum bara Göti sé svona samnefnari þeirra. Nú er þarna mjög fræg kvikmyndahátíð sem Íslendingar hafa bara skorað á. Nú erum við komin til Carnegie Hall í New York. Þetta lítur út eins og skrifstofubygging, en þetta er tónleikasalur og hátt til lofts og víti veggja. Þeir inni komið og heitir Carnegie Hall. Og þar fór ég í heimsókn, kannski fyrir orð vina míns sem áður nefndur og heitir Leonard. Þar var New York Philharmonic að vísa undir stjórn Kurt Masur og ég bað hann viðtal, eða einhver var búinn að biðja viðtal fyrir mína hönd, fór til hans í pásunni og það fyrsta sem hann segi við mig: "Blessaður og sæll, Guðmundur, gaman að kynnast þér, hvað segirðu mér nú af honum Dr. Robert vini mínum frá því að við vorum saman í Berlín í gamla daga?" Ég var að tilkynna honum andlát Dr. Roberts og honum þótti það mjög miður og sagði hann hefði verið mikill meistari. Robert, hann kallaði hann Abraham.
Og það var nú það. Nú, Norðurlönd hafa verið mér ósköp góð. Ég hef stjórnað í Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi, aldrei í Noregi. Frændur eru frændur vestir, eins og þar stendur. Þetta er kultúrhúsið í Karlstad. Ég man nú ekkert hvenær ég var þar að ferð eða hvað ég spilaði með hljómsveitinni þar, nema ég mun hafa uppgötvað sænskt tónskáld sem heitir Rosenberg eða eitthvað. Þetta er Karlstad á lofti, sýnist mér, og þarna fyrir miðri mynd við Síkin eða Árnar stendur þetta kultúrhús. Já, það er vatn á tvær hliðar. Óskaplega fögur og velskipuleg borg. Hvað kemur nú? Tónleikasalurinn í Quito í Ekvador. Þetta er gamla spanska óperuhúsið sem var byggt fyrir margt löngu, búið að endurnýja og gera mjög fallegt. Þar var fín hljómsveit og stóð í þá sömu spórum og Leonard Bernstein, hann var þar á ferð nokkrum árum áður og þekkti þetta hús. Það er sagt að það hafi liðið yfir hann á þessum palli að því að það er svo þunnt loftið í Quito lengst upp í himnum Andesfjalla. Ég var strax spurður af hljómsveitinni hvort það væri eitthvað að frétta af Richard Talkowski, þeim frábæra salleikara sem hafði verið í þessari hljómsveit og síðan flust heim til Íslands og var aðstofar fyrsti sellóleikari, eða hvað það heitir á nútíma íslensku stofnanamáli, heitir það ekki uppfærslumaður eða eitthvað svoleiðis. Og svona er útsýnið yfir Quito þegar maður lendir flugvélunum. Það er lenda nánast á þökum þessara bygginga. Það er mjög lítið landrými og þetta er óþægilegt að stíga út úr flugvélunum og fá þunnaloftu beint í vitinn. Þetta er Landsmuseum, Bonn, Þýskalandi. Þarna fluttum við, eða endurfluttum við, okkar fólk, óperu Þorkels Sigurbjörnssonar og Böðvars Guðmundssonar, Grettir. Sviðið er nú ekki stórt, en þó miklu stærra en þetta. Þarna er búið að tjalda einhverjum auglýsingum fyrir mitt svið og ekkert meira um það að segja nema það var allt í lagi svo sem að koma við í Bonn og svo fórum við heim. Þetta er Mar del Plata, Argentínu. Það er að segja sumar dvalarstaður ríka fólksins eða öllu heldur vetrardvalarstaður því það er í akkúrat hinum einum á hnettinum. Það sem var sögulegt við tónleikana þar í Argentínu var sá að við vorum að spila Rachmaninoff tilbrigði, heyrðu ekki eftir Paganini, þegar ljósin fóru á vitlausum stað í tónleikunum og við stóðum bara öll þarna í myrkri. En það var alltaf stútfullt af ferðamönnum sem lágu á baðströndinni á daginn og fóru svo tónleika á kvöldin. Mar del Plata, aftur, sjáið þið bara. Þarna er nú gott að liggja eins og kópur á ströndinni. Veðurfarið hlýtt og notalegt en ekki yfirþyrmandi heitt. Buenos Aires tæmist nú bara
og menn fara suður á bóginn, ekki langa ferð, klukkutíma ferð og sumir eru þarna bara heila mánuð eins og Íslandingar á Benidorm. Og það mikið fjör þarna á þessum stað. Íslandingar eru ekki búin að fatta hann, held ég. Þarna eru komið til New York og þetta er musteri gyðinga í New York. Ég var kynntur fyrir Rabbi Miller og vinkonu minni sem var gyðingur. Við tókum tal saman og þá var ákveðið að efna til tónleika þarna. Hann bað mig það og það var hvorki meira minni en Dies Irae á Auschwitz Oratorio eftir Penderecki og ég á einhverjar svarthvítar myndir einhvers staðar, sjá hvort við finnum þær. En þetta er helgasti hluti musterisins eða mustera víða veröld. Þetta er örkin. Er það ekki sáttmálaörkin? Sáttmáli milli Guðs og gyðinga. Eða, ég vil segja, Gamla testamentið eða öll aðrar önnur rit sem eru helgustu rit gyðinga. Og við kunnum sum utanað og sögurnar úr þessum ritum. Helmut Rieling hafði samband við mig, sennilega gegnum ekkert klíkuskap. Þau mér að koma til Oregon sem er á norðvesturströnd Bandaríkjanna. Hann hafði stofnað þar festival, Mozart hljómsveitafestival og það var alveg úberfín hljómsveit. Ég stjórnaði henni, fékk fína gagnrýni fyrir það, man ég. Sólóistan var rússneskur fiðluleikari sem er konsertmeistari í Bavarian Symfóniorkestra. Þarna er Helmut Rieling í öllu sínu veldi að stjórna og ég ætla að segja aðeins meira frá þessum sólóista. Við köllum það Bæjaraland, Bavaríu og hann var konsertmeistari sinfóníuhljómsveit Bæjaralands sem er nú með allra bestu hljómsveitum Þýskalands að öllum hinum góðu frátöldum. Svo var alveg undurfagurt allt í kringum tónleikasalinn þessara hljómsveitar. Ég hitti þar gamla skólafélaga frá Ísmann sem voru í þeirri hljómsveit, meðal annars óbóleikara. Þannig verið að stilla upp ykkur óperu. Ég bara átta mig ekki á því hvað ópera það er. Þetta er algjörlega frumstigi. Það er verið að hífa upp raftana eða slátnar sem að halda upp í tjöldum. Baktjöldum í þessu tilfelli sem mér veit ekkert hvað sem myndi tekin og í svona tilfellin þá er hljómsveitin á gólfinu fyrir framan svið þegar svona lágt svið en ég fylgist alltaf með öllu frá upphafið enda. Þetta er nú eins og grafískt listaverk sýnist mér. Þannig er ég að rýna í einhverja óperurátskrá upp á 500 blaðsíður eða eitthvað með litlu letri. Annars hafa maður að kunna þetta utan að og þessa óperu held ég hafi kunnað utan að. Ég verið bara rétt úr bakinu. Það er mjög gaman að stjórna óperuna, þá á maður heiminn, maður ábæði sviðið og gryfjuna. Á æfingum er það hundlegilegt, þá leikstjórn hverja sál í húsinu. Þetta er Krzysztof Penderecki, sá mæti maður
þegar ég uppgötvaði hann fyrir mína parta, var ég staddur í Íslandsskólanum, var eitthvað að reyta í bókasafninu og fann þar Lúkasapassíu Pendereckis og var yfir mig hrifinn. Næsta verk þar var eftir var Dies Irae, það var miklu smarra í sniðum, en ég ákvað þá að taka það fyrir og útskýra tónmál Pendereckis sem enginn skildi þá, útskýri það í doktorsritgerð í 300 blaðsíðna doktorsritgerð, fyrstur manna og viti menn þessum aður sem var nú svolítið hlegið af, mér sé allir heimi, sagði hann, hefur voðalega eins og lítill sköllóttur munkur þegar hann kom til Þýskalands svona í okkar hátíðir, fekk leyfi til að fara yfir múrinn og voru mjög hlessað þegar ég ákvaði að skrifa doktorsritgerð um þennan óþekkta mann. En svo kom nú allt annað daginn, hann varð heimsþekktur og er nýlátin og blessuð sé minning hans. Talandi blessaða minningu, þá er hér komið maðurinn sem Helmut Rieling bað mig að bera kveðju til, Dr. Robert Abraham Ottosson. Hann stofnaði söngsveitina Fílharmoníu einu sinni og hún var á löngu tímabili kór Sinfóníuhljómsveitar Íslands, að fylgdi starfinu maður tók að sér að vinna fyrir Fílharmoníuna. Þá var maður Veskur Spís að stjórna sinfoníunni þegar þessi stóru verk voru flutt sem að söngsveitin einbeitti sér aðalega að. Það er að segja kórsymfónísk músík og ég tók við þessum kór þegar ég kom heim, stóð í fótsporum kennara míns, þess manns sem sagði við mig 17 ára og foreldri mína eins og hver annar spámaður að ég ætti fyrir mér mikla framtíð sem hljómsveitarstjóri út víða veröld og enginn trúði því náttúrulega, en Dr. Robert trúði því og hélt þeirri skoðun að mér þangað til ég útskrifaðist 1971 frá tónum. Kæru börn mín og aðrir, ég ætla nú bara að hafa þetta millispil mjög stutt og gefa Jóni Múla Árnasyni orðið. Útvarp Reykjavík. Við erum hér enn á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Háskólabíói 5. kvöld 15. þessa mánaðar. Vorum búin að hlusta á Pygmalion forleik eftir Jean-Philippe Rameau og síðan Adagio fyrir strengjasveit eftir Magnús Blöndal Jóhannsson og nýjan sellókonsert eftir Þorkel Sigurbjörnsson, Ulisse Ritorna. Þar spilaði Hafliði Hallgrímsson einleikshlutverkið. Stjórnandi er nýr hér á stjórnandapallinum, Guðmundur Emilsson. Sonur hjónanna séra Emils Björnssonar og Álfheiðar Guðmundsdóttur. Guðmundur er enn við nám í Bandaríkjunum, þó langt kominn, búinn með tónvísindi og hljómsveitarstjórn og er nú að skrifa doktorsritgerð við Háskólann í Indíanaríki. Hann kom hingað til að stjórna í kvöld og á nú eftir að slá taktinn í Sinfoníu Borodins nr. 2 í H-moll. Alexander Borodin var einn
merkastur rússnesku stórskáldanna á öldinni sem leið. Frægastur hefur hann orðið fyrir óperu sína Knyaz Igor. Og núna á 20. öld miðri varð hann eitt vinsælasta danslagaskald veraldar fyrir hið undurfagra og heimsfræga lag Stranger in Paradise sem margir hafa sungið í útvarpið á undanförnum 20-30 árum. En dansinn sá var hirtur í heilu lagi úr Polovetsi dansum Borodins sem stígnir af ballettmeisturum í fyrirnefndri óperu Igor fursta í Moskvu. Það er sagt að Borodin hafi verið í 6 eða 7 ára að semja symfóníuna. Hann var nefnilega tónskáld, var læknir að aðalstarfi og efnafræðingur í viðlögum og mátti ekki vera að því að sinna tónlistinni nema í frístundum, en var þó einn mestur tónsnillingur allra. Symfónían er eins og vera ber í klassískum symfóníum í 4 þáttum. Fyrsti allegro, annar scherzo prestissimo, 3. andante og 4. allegro. Guðmundur Emilsson kemur núna inn á svið og upp á hljómsveitarstjórapallinn. Hann heilsar enn Guðnýju Guðmundsdóttur með handabandi og bendir hljóðfæraleikurum að rísa fætur til heiðurs okkur og við heyrum svo symfóníu nr. 2 í H-moll eftir Alexander Borodin.
Þetta var sinfonía eftir Alexander Gorodin, númer 2 í hámál. Sinfoníuhljómsveitinni og stjórnanda hennar Guðmundi Emilssyni þakkað innilega og ungi stjórnandinn nýi klappaði fram á sviði aftur og aftur og enn berast fleiri undur þær vonvendir og sinfoníuhljómsveitin klappar fyrir stjórnanda sínum, ekki minna klappar á sviðinu en í salnum, en hér lauk tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Íslands í Háskólabíói fimmtudagskvöldið 15. þessa mánaðar. Við þökkum hljómsveitarstjóra Guðmundi Emilssyni, einleikara Hafliða Hallgrímssyni og tónskáldunum tveimur, Magnúsi Blöndal Jóhannssyni og Þorkalli Sigurbjörnssyni. Hljóðfæraleikurum öllum og tæknimönnum útvarpsins og tónmeisturum og háttvirtum hlustendum. Takk fyrir og